Fyrrverandi rektor, aðstoðarrektor, forsetafræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, kandidatar, góðir gestir nær og fjær. Kæru kandidatar, til hamingju með daginn. Þetta merkisdagur í ykkar lífi og á slíkum tímamótum við hæfi að staldra við, lítum öxl og horfa fram á veginn. Þá gefst tími til að gleðjast yfir góðum árangri og setja sér ný markmið. Þá líka við hæfi að hugleiða hvernig okkur hefur miðað áfram í Háskóla Íslands og í samfélaginu öllu. Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg, eins og þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson spurði landa sína, en frá Jónasi runnin einkunnarorð Háskóla Íslands sem fanga inntakið í menntahugsjón okkar, vísindin efla alla dáð, orkuna styrkja, viljan hvessa, vonina glæða, hugan hressa, farsældum vefja líð og láð. Með því að skrá ykkur til náms við Háskóla Íslands tókuð þið ákvörðun að hasla ykkur völl á þeim vettvangi vísinda og fræða sem Jónas taldi að myndi ráða úrslitum farsæld íslensku þjóðarinnar. Í dag komið að því að sú ákvörðun ykkar beri ávöxt þegar þið takið við prófskírteinum sem votta seiglu ykkar, hæfni og þekkingu og fyrir hönd alls starfsfólks Háskóla Íslands óskaði ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með áfangan. Hann lykill að framtíðinni fyrir ykkur og sem mun opna ný tækifæri, greiðir leiðin að fjölbreyttum störfum og gefur ykkur færi á að dýpka skilning ykkar á heiminum, samfélaginu og ykkur sjálfum. Kæru kandidatar, 21. öldin öld vísinda, almennrar menntunar og framfara á öllum sviðum. Þetta öldin ykkar. Flest þið fædd í kringum síðustu aldamót og hafi nú þegar átt viðburðarík ævi og meðal annars upplifað efnahagshrun, heimsfaraldur og mestu styrjaldaátök í Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Allt getur gerst, gætu því verið kjörorð ykkar kynslóðar, en þið hafi líka upplifað undraverðar framfarir í vísindum og tækni sem sumar svo stórstígar að erfitt að skilja þær til fulls nema fyrir tilstilli markvissra rannsókna. Enginn getur þó sagt fyrir hvernig öldinni muni vinda fram eða hvaða nafni henni verður gefið þegar framlíða stundir. Verður hún kannski kölluð stafræna öldin, eða öld nýsköpunar, eða öld sjálfbærni, eða öld mannúðar og mannréttinda. Eða verður 21. öldin þvert á móti einkum tengd við hugmyndafræðilegar öfgar, ofsaveður, stríðsátök, faraldra og misskiptingu auðs og valds. Það vitaskuld allt of snemmt að spá, en hafið hugfast, kæru kandidatar, að ykkar framlag mun skipta miklu máli, jafnvel ráða úrslitum svipmót aldarinnar. Það ykkar að standa vörð grunngildi alls háskólastarfs, málfrelsið og mikilvægi þess að leita sannleikans og uppgötva nýjungar sem geta orðið öllum til heilla. Frá þeim sjónarhóli 21. öldin öld möguleikana. Andspænis þeim ótal tækifærum sem ykkur munu bjóðast, skipta góður hugur og agaður vilji mestu máli ásamt traustum undirbúningi og áræði til að grípa þau tækifæri sem gefast til að hrinda áformum ykkar í framkvæmd. Það sem af 21. öldinni hefur háskólinn ykkar, kæru kandidatar, einnig tekið stakkaskiptum, hvort sem litið til kennsluhátta og námsaðstöðu, rannsókna innviða eða rannsókna afkasta eða umfangs alþjóðlegs samstarfs. Sem dæmi þetta má nefna að í nýjasta húsinu okkar Sögu, sem brátt mun hýsa menntavísindasvið, verður fyrsta flokks aðstaða til kennslu, list og verkgreina og einnig ráðgert að þar verði tækni og sköpunarsmiðja sem mun stórauka aðgengi háskólanema að stafrænum tækjum til miðlunar og sköpunar. Og með Hermís, glænýju Hermisetri Háskóla Íslands og okkar nána samstarfsaðila Landspítalans Íslendingar komnir í fremstu röð í heiminum í færni og hermikennslu í heilbrigðisgreinum. Á undanförnum árum
höfum við einnig kappkostað að efla samstarf við íslenskt atvinnu- og menningarlíf. Í þessu sambandi vil ég benda á að samkvæmt nýlegri alþjóðlegri könnun vísindafólk við Háskóla Íslands tvöfalt líklegra til að stunda rannsóknir og birta vísindagreinar með fyrirtækjum í atvinnulífinu en almennt gerist í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og þá hefur uppbygging vísindagarða háskólans verið hröð, en þar hafa skapast fjölbreytileg tækifæri til nýsköpunar á sviði tækni, samfélags og menningar. Frumkvöðla starf í Háskóla Íslands hefur aldrei verið blómlegra en nú, bæði á meðal starfsfólks og nemenda. Háskóli Íslands þannig ein af grunnstoðum íslensks samfélags og sú stofnun sem vafalítið hefur ráðið mestu sjálfsmynd þjóðarinnar og stöðu hennar í alþjóðasamfélaginu. Þar hafa rannsóknir á sögu okkar, tungu, siðum, lögum og samfélagi og samfélagsgerð skipt sköpum. Ótvíræður og óháður vitnisburður stöðu háskólans að skólinn hefur árabil verið í allra fremstu röð þeirra stofnana samfélagsins sem njóta mest trausts á Íslandi samkvæmt árlegri viðhorfsmælingu. Kæru kandidatar og góðir gestir, ytri ásýnd Háskóla Íslands hefur gerbreyst síðan skólinn hélt upp á 100 ára afmæli sitt árið 2011. Ekki veit ég hvenær þið stigu fyrst fæti inn á háskólalóðina, en séu þið í hópi þeirra þúsunda sem hafa sótt Háskóla unga fólksins eða aðra fræðslu viðburði fyrir ungmenni hér á lóðinni, hefur umbyltingin í húsnæðismálum undanfarin 20 ár ekki farið framhjá ykkur. Nú svo komið að það hreinlega erfitt að ímynda sér hvernig Háskóli Íslands var fyrir þessa aðstöðubyltingu. Það munar minna en náttúruvísindahúsið Öskju, stúdentagarða við Oddagötu, félagsmiðstöðuna Háskólatorg, Gimli, tungumálasetrið Veröld, hús Vigdísar, Íslenskuhúsið Eddu, vísindagarðan okkar í Vatnsmýrinni, viðbyggingar við Gamlagarð og nú síðast sjálfa Sögu. Sumar af þessum byggingum hafa risið á námstíma ykkar og nýtt hús heilbrigðisvísindasviðs sem mun skapa gríðarleg tækifæri til samstarfs og teymisvinnu rís nú við Landspítalann. Þessar veglegu byggingar sem bera vott framsýni stjórnvalda og háskólayfirvalda hefðu varla risið nema fyrir stuðning Happdrættis Háskóla Íslands rétt eins og eldri byggingar skólans og fyrir það ber að þakka. Fyrsta flokks húsnæði og aðstaða eru afar mikilvæg til að laða hæfasta starfsfólkið og nemendur í innlendri og erlendri samkeppni. En afdrif háskólans ráðast þó fyrst og fremst af því hvernig þeir sinna hlutverkum sínum í rannsóknum, nýsköpun og kennslu á grundvelli akademísks frelsis, jafnréttis og fagmennsku. Á fyrsta fjórðungi 21. aldar hefur Háskóli Íslands farið úr því að vera traustur grunnnámsskóli yfir í að vera alhliða alþjóðlegur rannsóknarháskóli í fremstu röð sem á í virku, öflugu samstarfi á öllum fræðasviðum við aðra rannsóknarháskóla víða veröld. Sem dæmi þessa breytingu má nefna að síðustu aldamót voru birtingar vísindafólks Háskóla Íslands í alþjóðlegum vísindatímaritum 200 talsins en eru nú 25 árum síðar komnar í 1600. Þennan mikla árangur má rekja til markvissrar stefnu að stórauka sókn í innlenda og ekki síst erlenda rannsóknarsjóði og stórefla rannsóknarnámið. Traust alþjóðlegt orðspor Háskóla Íslands gefur prófgráðum ykkar, kæru kandidatar, enn meiri vigt og opnar ykkur nýjar dyr. Ágætu kandidatar, eins og ykkur öllum kunnugt, kusum við starfsfólk og stúdentar háskólans okkur nýjan rektor á nýliðinu vormisseri. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, mun taka við embætti rektors 1. júlí næstkomandi og gegna því næstu 5 árin. Ég óska verðandi rektor farsældar í öllum hennar störfum þegar hún axlar þá miklu ábyrgð sem fylgir embætti rektors. Og ég sannfærður að háskólinn mun áfram blómstra ókomin ár. Kæru kandidatar, þetta í síðasta sinn sem ég hlotnast sá heiður að ávarpa brautskráningarhátíð Háskóla Íslands sem rektor skólans. Þessar uppskeruhátíðir hafa ætíð verið með ánægjulegustu stundum í starfi mínu.
Ég hef verið þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að leiða háskólann á einhverju mesta framfara og uppbyggingaskeið í sögu hans, en líka á tímum áður óþekktra áskorana. Enginn gat til dæmis séð fyrir að loka þyrfti skólanum og færa alla kennslu yfir á netið tíma. En við vorum vel undirbúin undir þá áskorun þar sem við höfðum þegar innleitt margvísleg ný rafræn kennslukerfi og ýmis kennslufræðileg úrræði. En hvort sem við spilum vörn eða sókn, þá hef ég notið þess að fá að starfa með þeim ótrúlega samhenta hópi starfsfólks og stúdenta sem tekið hefur þátt í uppbyggingu þess óskabars íslensku þjóðarinnar sem Háskóli Íslands hefur alla tíð verið. Stefnurnar tvær sem við höfum fylgt síðustu 10 ár lýsa vel grunnhugsjón okkar og tilgangi. Svo fyrri bar titilinn öflugur háskóli, farsælt samfélag og svo síðari betri háskóli, betra samfélag. Þetta hefur verið svar okkar við spurningu þjóðskáldsins góða, Jónasar Hallgrímssonar, það hvort við höfum gengið til góðs götuna fram eftir veg. Kæru kandidatar, hér í Háskóla Íslands hafið þið lagt traustan grundvöll sem þið getum ókomna framtíð byggt ofan á. Til ykkar verða að gera miklar kröfur á ólíkum sviðum lífsins og ég þess fullviss að þið munið axla þá ábyrgð með sóma og láta gott af ykkur leiða. Með þeim orðum hvet ég ykkur til að ganga stolt og vongóð til móts við ný verkefni og nýjar áskoranir. Framtíðin björt, hún ykkar.